Komið blessuð og sæl. Við heilsum ykkur að þessu sinni héðan úr Nauthúsagili, sem einn þeirra dásendastaða sem hefur á nefa tekið á móti tugum þúsunda ferðamanna í sumar. Enda þetta alveg magnaður staður. Hér má til dæmis finna heilagt reyniviðartré og hér líka alveg svakalega reimt. Sagan segir að einu sinni hafi búið 3 bræður og systir þeirra í Nauthúsum. 2 þeirra voru miklir ribbaldar en sá 3. góðmenni og féll hann fyrir hendi bræðra sinna. Systirinn flúði til Stóradals og trúlofaðist bóndanum þar. Varða ribböldunum þvert geð og strengdu þeir þess heit að ráða Stóradalsbóndanum bana. Einu sinni þegar Stóradalsbóndinn var að smala veturinn og rak fé sitt út Merkurengi, þá var Áll einn á Markarfljóti á ísi. Þeir bræður lögðu til hans svo hann varð að hörfa í fljótið. Bræðurnir fóru á eftir en drukknuðu. Stóradalsbóndinn komst hins vegar undan heill á húfi. Fátt var fólk í Nauthúsum það sem eftir var vetrarins, en þeir sem þar voru þóttust verða varir við á bræður. Vorið fékk systirinn frænda sinn til að flytja að Nauthúsum. Sumarið gerðist ekkert sögulegt fyrir en fór að dimma að nóttu. Þá hófst þar mikill draugagangur. Nauthúsabóndi bað Stóradalsbónda aðstoð og kom hann þangað kvöld 1 og var þar nótt. Þá nótt var allt með kyrrum kjörum. En aftureldingu kom vinnumaður hans og sagði að mikill draugagangur hefði verið í Stóradal nóttina. Nóttina eftir gerðu draugarnir afturvart við sig í Nauthúsum. Það fór á sömu leið, það sem eftir var af vikunni, að þeir riðu húsum hverja nótt. Stóradalsbóndinn var fjárhagsmaður Stóradalskirkju. Kvöld 1, þegar hann var einn út í kirkju, kom annar draugurinn aftan að honum. Bóndi bað hann að drepa sig ekki strax og sagði honum að stúlka inn í mörk væri þunguð af hans völdum og myndi það barn hefnans. Þeir skyldu því drepa hana næstu nótt og þá gerði hann sig í leiðinni. Draugurinn samþykkti það og fór. Bóndi sótti stúlkuna og lét hana vera fyrir innan gráturnar í kirkjunni nóttina. Síðan stökkt hann vígðu vatni á alla kirkjuna fyrir utan strimilinn inn gólfið. Þegar dimmt var orðið kom draugurinn inn gólfið og gekk bóndi á eftir honum og vígði strimilinn. Draugurinn komst ekki inn fyrir gráturnar og ætlaði því að ganga aftur fram gólfið en komst ekki fyrir vatninu. Draugsi hvarf þá niður gólfið og rak bóndi kross þar sem hann sökk. Sá kross var lengi á kirkjugólfinu og sást draugsi ekki eftir það. Sagt að þeir draugar sem eru neyddir niður komist ekki upp aftur nema þar sem þeir fóru niður. Af hinum draugnum var það að segja að hann gerði allt vitlaust þessa nótt og næstu nætur svo að bóndinn varð að flýja. Hefur Nauthús verið í eyði síðan og þykir reyndar enn í dag. En nóg af draugum fortíðarinn í bili. Hér á eftir ætlum við að heimsækja ferðamálafulltrúa Rangárþings eystra og heyra af ferðamönnum sumarsins. Við ætlum líka að spássera lystigarðinn í Hveragerði og svo ætlum við að heimsækja þann sem að hreppti menningarverðlaun Ölfuss þetta árið. Ingunn Bjarnadóttir var eitt sérstæðasta tónskáld Íslands á 20. öld. Hún var ómenntuð alþýðukona en ljóngáfuð, tilfinningarík og skapheit og uppfull af listrænum hæfileikum og sköpunarþrá á mörgum sviðum. Ingunn Bjarnadóttir einn þeirra listamanna sem hægt að heimsækja og kynnast betur hér í lystigarðinum í Hveragerði. Í sumar var opnuð sýning í lystigarðinum í Hveragerði. Þar gefst gestum kostur á að endurnýja kynni við þá listamenn sem að bjuggu í bænum miðja síðustu öld, nú eða stofna til fyrstu kynna. Sýningin gjöf Listvinafélagsins í Hveragerði og Hveragerðisbæjar til íbúanna í tilefni 70 ára afmælis bæjarins. Já, Listvinafélagið áhugamannahópur sem tók sig saman fyrir 4 árum og endurvakti félag sem hafði verið stofnað nokkrum árum áður til að safna bókum skáldanna. Hafði þá ekkert í rauninni annað hlutverk en við komum saman fyrir 4 árum og ákváðum að það þyrfti að gera bragarbót á því að segja frá hvað var hér að ske miðja síðustu öld. Og fyrsta sýningin var reyndar á vegum félags eldri borgara árið áður og þá var ég beðin að gera þá sýningu og kynntist þá þessu góða fólki og við fórum þá í að stofna þetta félag, endurvekja það og höfum síðan í 4 ár verið að vinna að því að fá svona kannski endanlega niðurstöðu allavega í bili
sem að væri sýning sem væri stöðug og sýnileg alltaf. Og niðurstaðan var þá að hafa hana úti vegna þess að söfn, innisöfn, sögusöfn eitthvað sem ekki hægt, hvorki peningalega né það er bara ekki inn í myndin í dag að stofna sérstakt safn svona lagað. En það kom á daginn að það væri náttúrulega miklu skemmtilegra og meira viðeigandi að hafa það úti undir beru lofti. Voruð þið ekki öll hér spássinandi á þessum slóðum? Jú, reyndar var þessi garður ekki til þá, en hérna rétt hjá voruð þið spássinandi. Og við reyndum að finna myndir á þessa sýningaveggi sem að væru þá úti, helst eitthvað svipað því sem er hérna í garðinum. Þannig að við fáum þá svolítið svona til okkar í tíman, svona tímaflakssýning, segja það. Loks dagsins önn á enda, úti birtan dvín. Byrðu fyrir blökkum skugga, byrtu augum þín. Ég skal þerra tár þíns trega, tendra falin svo við getum saman vinur, syrgt og glað. Rauninni má segja að fátækir listamenn hafi rakist úr borginni í leit að húsnæði, komið sér upp frekar ódýran hátt húsnæði fyrir sig og fjölskyldur sínar og safna svolítið saman á einn blett. Bæði út af fyrrverandi vinskap og síðan þróaðist vinskapur upp frá því og gat af sér mörg ódauðleg verk. Og úr þessu varð, getum við ekki sagt, dálítið ævintýralegt samfélag? Jú, mér skilst það eftir því sem við höfum gramsað og skoðað. Þetta hefði verið mjög skemmtilegt og mikill samgangur á milli skáldana og listamannana, voru líka fjöldi myndlistamanna og tónskáld þannig að þetta var svona gerjandi pottur og við erum að reyna að koma því til skila hvað var að ske. Land míns höfuð, landið mitt, laug á bláum straumi. Eilíft vakir auglið þitt, ofar tímans glaumi. Þetta auglið elskum þér, ævi orð á jörðu hér, brot af þínu bergi lík af þínum draumi. Var ekkert erfitt að velja? Sko, við vorum búin að taka fyrir 6 fyrstu og ákváðum síðan að stækka hana 3 og jú, það er alltaf erfitt að velja. Við hefðum viljað hafa fleiri konur til dæmis. Það eru bara 2 konur en einhvern veginn var kannski ekki umhverfi kvenna það gott á þeim tíma að þau gætu sinni list og þess vegna gerðu þær minna heldur en mennirnir þeirra á þessum tíma. Hverjir eru þetta sem eru hérna á þessum spjöldum? Það er Jóhannes úr Kötlum, Kristján frá Djúpalæk, Kristmann Guðmundsson, Valdís Gunnarsdóttir, Höskuldur Björnsson, Kristinn Pétursson og Ingunn Bjarnadóttir og Helgi Sveinsson. Sýningin gefur gestum sannarlega tilfinningu fyrir því listafólki sem bjó í Hveragerði upp úr 1950 og þeir sem vilja kynnast því betur geta nýtt sér appið sem var hannað í tengslum við sýninguna. Það virkar þannig að það er bæði vefsíða sem maður getur farið inn á og náð í appin, listvinur.is er vefsíðan okkar, síðan er inn á Android og iTunes, líka undir listvinir, er þetta að sækja appið eða taka mynd af QR-kóðanum, þessum litlu ljótu merkjum sem er á hverju spjaldi og þá ferðu inn á síðu hvers listamanns. Og við erum að víkka út þetta sýningaform sem er bara ein mynd eða ein spjald eða veggur. Þannig að þú getur farið inn og getur séð tóndæmi, getur séð mynddæmi og síðan séð ennþá fleira eftir skáldin og tónlistamennina og myndlistamennina. Áttu þér einhvern uppáhalds eftir alla þessa vinnu? Nei, bara ég er þakklátt fyrir að hafa fengið að kynnast henni. Ég var í rauninni ekkert meðvituð
starf þessara listamanna áður, vegna þess að ég vissi ekki það, það var ekki aðgangur að því og það finnst mér eiginlega mikilvægast að vera búin að opna þessar dyr og kynnast þeim, en þeir allir hafa eitthvað fram að færa sem að kemur nútímanu við og kemur framtíðinni við börnunum okkar og líka ferðamenn sem koma hingað og kynnist íslenskri menningu út frá öðru sjónarmið en bara inn á safni. Við hlífur, flytur hann illa spá, hann máskjað hugsa. Fimmtudagskvöldið 7. október verður haldið styrktarkvöld á Hótel Selfossi, þar sem fjölmargir velunnarar Ágústu Örnu Sigurdórsdóttur munu koma saman. Gleðin verður þar við völd, en tilefnið hins vegar grafalvarlegt. Lífshættulegt slys sem Ágústa lenti í fyrir rúmu mánuði. Ágústa fellur niður úr brunastiga á 3. hæð, 6-7 metra og lamast við það fyrir neðan brjóst og er rauninni bara mjög heppin að vera á lífi. Það er rauninni bara hægt að líta á það sem kraftaverk að hún sé á lífi. Slasaðist náttúrulega mjög illa, auk þess náttúrulega að lamast og þá var strax farið að hugsa hvað við getum gert. Ég meina við svona sem erum í kringum hann og erum í samfélaginu, við erum ekki læknar, við erum ekki hjúkrunarfólk, en við getum safnað peningum. Þetta er náttúrulega mjög erfitt fyrir hann og fjölskyldunar, líkamlega og andlega búið að vera síðasti mánuður og verður áfram. Þannig að við getum hjálpað til með að laga þetta og gera þeim léttara undir fjárhagslega. Og það er svona ákveðið að finna einhverja hugmyndir til að gera svo eitthvað þannig. Hver er Ágústa? Ágústa Arna er magnaður karakter. Hún hefur náttúrulega þurft að berjast fyrir sínu alla ævi. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem hún þarf að taka á því. Hún hefur glímt við fötlun frá fæðingu, skert jafnvægi og talgalla, en þrátt fyrir það fer hún sínu fram. Hún hefur klárað meistaranám frá Háskóla Íslands, hún hefur unnið sem blaðamaður. Það er gaman að fá því að segja þegar maður er að hafa sambandi við fjölmiðlafólk til dæmis það að finna einhverja umfjöllun þetta. Þá munaði öll eftir henni frá því að hún var í starfskynningu hér og þar. Og kannski sem lýsir henni ágætlega að eftir að hafa lent í svona áfalli að hún er mjög aktív á Facebook og hún birti status fyrir stuttu og það stóð of snemmt spurningamerki, hún birti lag með og lagið var Can't Walk Away með Herberti Guðmundsssyni. Og hún sagði mér þetta eftir að hún hefði viljað gera þetta strax þegar hún kom að gjörgæslu, en hún ákvað að bíða. Hún ritskoðaði sjálfan sig í brandaranum. Hún fannst brandarinn, svarti húmorinn sinn of mikill fyrir alla hina. Sko. Þannig að það er kannski lýsirinn ágætlega. Þetta er kraftmikil kona og með húmor fyrir lífinu, jafnvel þótt að á móti blási. Heldur að Herbert viti af þessu að hún notar þetta svona sem hvatningalag? Já, hann veit það núna því að við sjálfsögðu höfum beint samband við hann og hann ætlar að koma á styrktarkvöldið 7. október og ætlar að taka þetta lag fyrir Ágústu sem stefnir að því að koma. Að sjálfsögðu, hún hefur núna það markmiði að mæta annað kvöld. Fjölmargir aðrir munu koma fram á tónleikunum og að auki uppboð í gangi og þar má finna málverk, fótboltatreyjur og ævintýraferðir, hótelgistingu og ýmislegt fleira. Og styrktarkvöldinu verður svo enn bætt í. Þetta eru núna 13 hlutir sem eru á uppboði og það er hægt að fara á Facebook síðuna fyrir Ágústu. Það sem er hægt að finna upplýsingar þetta og hvernig hæsta boðið stendur og svoleiðis. Og þetta mun standa til kl. 6 á morgun. Það sé rétt áður en styrktarkvöldi hefst, þá lokum við uppboðinu. Nema hvað það fara nokkrir hlutir, eins og vildi eins og segja. Þetta eru 13 hlutir, við vildum ekki drepa stemningun á styrktarkvöldinu með því að hafa endalaust uppboð. Þannig að það verða nokkrir hlutir sem verða settir inn þarna og verða boðnir upp aukalega á kvöldinu sjálfu og það er umboðsmaður Íslands og Selfyssingur Einar Bárðarson sem ætlar að sjá það. Og Einar er búinn að læra fyrsta annað og? Já, mér skilst það. Hann alltaf vildi meina að hann væri mjög klár í þetta, þannig ég bara treysti honum fyrir þessu. Já, gleðin verður við völd 50. kvöldið 7. október á Hótel Selfossi.
Húsið verður opnað rétt fyrir klukkan 7 svo enginn missi af landsleiknum og klukkan 9 hefst svo eiginleg dagskrá. Hann átti mikinn þátt í stofnun tónlistarskólans og var aðalhvatamaður að stofnun lúðrasveitarinnar. Hann básúnuleikari, munnhörpuleikari og söngmaður í 3 kórum. Hann lætur sig aldrei vanta á menningarviðburði í bænum og var einn þeirra sem að lét reisa minnisvarða drukknaðra við Þorlákshafnarkirkju. Hann ólst upp í Stykkishólmi og þar kviknaði tónlistaráhuginn og þar byrjaði hann að spila. Við erum komin í heimsókn til handhafa menningarverðlauna Ölfuss árið 2016. Ég byrjaði með althorn, en var ekki sáttur við það. Ég var ekki sáttur við þessi eftirslög og það. Ég vildi fá svolítið meir út þessu. Og svo fæ ég svipaða tenorhorn og Víkingur stjórnendur var með. Ég kallaði það takkabásunu, eða svona tenor, já, það voru takkarnir 3 sko. Svo vildi stjórnandinn fá hérna trombón, eða básunu, og ég fæ hana. Þar byrjaði þetta sko. Það var hann svolítið vandkvæði bundið með sleðan og skallan þar, hann kom fljótt maður, hann kom fljótt. Og ég var mjög hrifinn af þessu. Ég var búinn að hlusta á Tommy Dorsey og þess að kalla eitthvað. Þetta var alveg yndislegt að hlusta á þessa stóru kalla. Nú við vorum hérna nokkrir félagar, 3, sem byrjuðum hérna svipuðum tíma í Lúðrasveit Stykkishólms og stofnuðum smá hljómsveit, spiluðum á stúkufundum og svoleiðis. Það var alveg virkilega gaman. Nú svona hélst það bara áfram í Lúðrasveitinni og barnakórinn var líka sko, var í honum. Og fljótlega, ég bara held að við var komin úr mútum sko, ég var komin í Karlakórinn, Karlakór Stykkishólms. Nú ekki veit ég hvernig það spurðist út að ég hef verið í kórum og annað, nema ég lendi strax í söngfélaginu hérna. Undir stjórn Ingimundar Guðjónssonar. Svo það minni mig, hvað skal segja, 81, 2. Þá verð ég vitni að því að það kemur hérna Lúðrasveit, leigð af verkalýðsfélaginu hérna. Þá var Lúðrasveit verkalýðsins, spilaði hérna 1. maí. Mér fannst þetta nú vera dálítið afturför, af því að hér var deild starfandi innan tónlistarskóla Árnesinga. Svo ég var nú svolítið svona, já, spenntur við því að stofna hérna, fara í það að stofna Lúðrasveit og setja í gang, tala við einn viminn sem var í sveitarstjórn þá og læta hann fara með bréfin og hund. Hvort það væri möguleiki að sveitarstjórnin myndi styðja þetta verkefni. Og til að, já, það má minnast á það að 79 sko, 79 í október, þá missi ég einn son minn hérna á Slysförum sem var hérna í höfninni. Og það frá því datt okkur í huga að stofna minningarsjóð hann og nota það í það tækifæri sko að safna hana fé til þess að fjármagna þetta. Það gekk allt ágætlega og við ferum á staðið. Nú þetta allt sett á fulla ferð, sveitarstjórn setti kausan í nefnd og sem fara fljótt yfir sögu og ég var búinn að fá nöfn á þeir hljóðfæri sem ég þyrfti til að byrja með. Það var 14 hljóðfæri, eitthvað svoleiðis. Fékk þau alls hjá Pól Berbúk. Sem sagt, og þá allt komið á stað og Ásgeir Sigurðsson kemur hérna í þetta líka. En Ásgeir þá skólastjóri tónlistarskólans? Hann var skólastjóri tónlistarskólans þá. Og hann sýndi þessu mikinn áhuga og aðstoð okkur líka mikið. Og það var strax mikill áhugi hérna að koma þessu á
á fæturnar. Og voru allir alveg sammála hvernig ætti nú að fara að þessu? Nei, ekki var það nú sko. Nú fer það að vanda Snorri sko. Nei. Svo segir hann, já við verðum að nota veturinn til þess að kenna því fólki á hljóðfærinu. Nei, Ásgeir sagði, við notum ekkert veturinn allan í það. Bara tekur þau æfingar svona fyrst, svona mánaðartíma eða svo. Svo bara byrjum við. Ég bætti því við sko, svona var þetta hjá okkur í gamla daga. Og það gekk alltaf ágætlega. Og hann félst á þetta, nema náttúrulega alveg sjálfsagt að halda áfram kennslinni sko. En bara ég vildi bara reka saman og lofa krökkunum að finna það strax. Hvað þetta gæti gefið manni sko. Svo hann gekst inn á þetta og allt í lagi með það og það var sett alltaf fulla verð. Fyrsta æfingi var mjög skrautleg, það þarf ekki að fara nána. Fólk getur alveg gert það sér í hugalund hvernig sú æfing fór svona. En langaði þið ekkert að spila með? Jú, ég gerði það sko. Ég gerði það. Ég var alveg klár á skallanum og öllu því sko, þó að það verið, hvað býttu nú við, 54. Nú það veit ég verið, jú, 54 til 84, já. Það er nú bara 30, ég hef ekki tekið í þá í, já, 83 sko, hvað? 30 ár? Já, 30 ár. Og var ekki erfitt að ná tóninum? Nei, það var ekki erfitt að ná tóninu sko. Nei, það var allt í lagi og tekk ágjörlega og ég hef búin að útvega þennan nótur sem ég fekk líka bæli, Sendra vestan og annað svona ættiralög og fleira sko. Til þess að byrja með hafði þetta bara nógu létt. Svo þróaðist þetta bara. Og ég man ekki hvort að, og tóku nokkra súsamassa, ég man það nú ekki sko. En þeir eru nú alltaf vinsæli og eiga minn hug alveg hreint. Það var mjög gaman að spila þá. Spilar eitthvað ennþá? Nei, ég gerði það ekki. Það eru nokkur ár sem ég hætti. Nú er það bara munnharpan. Ég held ég 5 eða 6 munnharpar. Og grípur í þar svona? Já. Ég gerði það. Og með þessum tónum kveðjum við Ásberg Lárensíusson í Þorlákshöfn. Þá fer að verða tímabært að ljúka þessum þætti og það gerum við í fallega garðinu við Elliheimilið á Hvolsvelli, þar sem við mæltum okkur mót við markaðs- og kynningafulltrúa sveitafélagsins. Okkur skilst nefnilega að sumarið hafi verið sérlega fjörugt í Rangárþingi eystra og ferðamenn aldrei fleiri. Það er náttúrulega búið að vera alveg brjálað. Það er eins og fólk hefur heyrt í fréttunum að þá er bara sprenging í ferðamannabusinessnum 3., 4., 5. árið í röð. Og ég hugsa að það hefði 30–40% fleiri ferðamenn komið hingað í Rangárþing eystra heldur en á síðasta ári og þá voru það nú yfir 700.000. Hvaða staðir eru vinsælastir? Langvinsælastir eru fossarnir okkar sem eru náttúrulega við þjóðveginn. Það eru Seljalandsfoss og Skógafoss. Þeir telja náttúrulega langhæst hjá okkur, það eru yfir 500.000 manns sem heimsækja hvort sko, sem er talið, þannig að svo er náttúrulega fullt af fólki sem eru að koma við utan talningartíma. Það er allan sólarhringinn á sumrin, bara troðið við fossana. Getið þið tekið endalaust á móti? Við viljum auðvitað segja já, en því miður þá náttúrulega höfum við ekki endalausan pening í að halda stöðunum við og byggja upp þannig að nei, við getum ekki tekið endalaust á móti. Það er alveg á hreinu og til dæmis bara bílastæðamál eru í ólestri við sérstaklega þessa fossa. Þannig að þetta er komið svo sem að þolmörkum, en við náttúrulega reynum okkar besta því að við erum ánægð með að fólk vilji koma að heimsækja okkur. Heyrið eitthvað í gestunum? Vitið eitthvað hvað þeim finnst? Við heyrum náttúrulega bara svona ánægjuraddirnar að mestu, eða við hlustum eiginlega bara eftir ánægjuröddunum að mestu. En þetta er fólk sem er ekki ánægt með að það er moldarflag þarna því að það er búið að rigna í 10 daga og það kannski getur ekki lagt alveg upp við fossinn eða upp við staðinn sem það ætlar að heimsækja. En langflestir eru nú alveg himinlifandi.
þið voru með ratleik í gangi í sumar. Hvernig gekk það? Það gekk náttúrulega bara mjög vel að okkar mati, sérstaklega því að við náttúrulega einbyttum okkur helst bara að heimafólki, að kynna svæðið fyrir heimafólki. Við auglýstum þetta svo sem ekki í blöðunum eða neitt þannig, en vildum að opna fyrir heimafólki svæðið þeirra. Þannig að við vorum ekki, það var ekki klippistaður við Seljalandsfoss eða við Skógafoss eða eitthvað þannig. Þannig að við vorum mjög ánægð, yfir 100 manns tóku þátt. Og fólk kannski sem hér fætt og uppalið eða uppgöta staðið sem það hafi aldrei komið á? Algjörlega, og það er náttúrulega komnir fullt af nýjum áfangastöðum sem við höfum verið að reyna að kynna, sérstaklega hellar sem eru bara mjög auðvelt að nálgast. Og það voru 2 svoleiðis í ratleiknum og fólk var bara mjög ánægt með þetta. Og ég hugsa að við tökum annan svona á næsta ári með bara nýjum áfangastöðum, sko. Við heimsóttum dásamlega stað í morgun, Nauthúsagil. Já. Sem er svona leynd perla, er ekki óhætt að segja það? Ég myndi halda það. Það er kannski fólk svona dettur inn á svæðið þegar það er að fara í Þórsmörk, en þetta er eitthvað sem mjög fáir kannski utan okkar svæðis þekkja. Hafið þið eitthvað hugsað ykkur að markaðssetja það meira eða gera eitthvað meira með það? Já, þetta er hluti af verkefni sem heitir Katla jarðvangur eða átaki. Og þetta er einn af stöðunum sem verður byggður upp í rauninni innan jarðvangsins. Og Katla jarðvangur telur yfir Drangaþing eystra og Mýrdal og Skaftárhrepp. Og við erum með nokkra staði hjá okkur sem við viljum gjarnan byggja upp, þar á meðal Nauthúsagil. Þannig að þetta verður eitthvað sem vonandi fleiri eftir að heyra í framtíðinni. Við lásum það að það væri reynt þarna. Við þóttumst alveg finna fyrir því. Er þetta rétt? Já, ekki spurning. Sólin brennir nóttina og nóttin slökkvir dag. Þú ert athvarf mitt fyrir og eftir sólarlag. Þú ert yndi mitt áður og eftir að dagur rís. Svölun í sumarsins eldi og sólbráð á vetrarins ís. Svali á sumardögum og sólskinum vetranum.